Já, nú er bara að þurrka hérna út bara þegar við vorum að finna heildarviðnámið. Við fundum út að heildarviðnámið hér R-total var 3,6 ohm. Nú er að finna strauminn niður gegnum R1 og gegnum R2. Og þið þurfum að átta ykkur á því að það er sama spennan hér yfir og hér yfir. Nú teiknum við bara aðra mynd sem er eiginlega betri en þessi. Setjum bara spennugjafann í miðjuna hérna og setjum bara þetta viðnám hér, svona, og þetta viðnám hér, svona. Hér eru 18 voltinn, hér eru 6 ohminn og hér eru 9 ohminn. Þessi mynd sýnir skýrt að það er spennugjafan sér yfir bæði viðnámin. Þetta er sama teikningin út á hér. Þetta er jafnt og. Þessi mynd hér er þessi mynd hér. Og þá getum við bara fókusað á, þar að segja þá bara ómflugmálið hérna. Vaff upp á stikkinu, I sinnum R, svona. Og nú vitið þið spennanlega viðnámið hér, það er 18 volt og þið vitið það er 6 ohm. Og þannig að straumurinn hér I hérna, I R1, er þá jafnt og hendin yfir I, vaff deilt með R. Og spennan er 18 volt, þetta er jafnt og 18 hér, 18 deilt með 6 ohm, 18 volt, þessum. Þetta eru 3 ampere, þáttum ekki. Þannig að straumurinn hér er 3 ampere. Straumurinn hér niður, I R2, straumur í R2 er jafnt og spennan yfir R2 deilt með R2, þetta er rétt, og það er sama spenna, 18 volt, deilt með 9 ohm og þetta eru 2 ampere. Þannig að hérna er straumurinn 3 ampere, hérna er hann 2 ampere, hérna er hann 3 ampere, hérna er hann 2 ampere. Svona, þetta er sama myndin. Bara aftur ykkur á því að það spennan fer jafnt á bæði viðnámin og þá veit ég þið tekna rásuna svona. Ok. Ef þið myndu deila heildarviðnáminu upp í þetta hérna, þá er það þá 5 ampere. Þú að prófa þetta, en það er bara 18 deilt með 3,6, það er 5. Það er svona að tekka þetta sér rétt. Og nú er við að finna hve mikið afl eyðist í öðru viðnáminu. Tökum bara hér. Hve mikið afl eyðist hér í R1 sem hiti. Og þá munið þið vatnrýtingurinn, vaff líka upp á, alltaf vaff upp á, I sinnum U, svona. Þið ætlaði að finna vöttin, vött er jafnt og straumur sinnum spenna. Þannig að vött sem eyðast í R1, vött R1 er straumurinn í gegnum R1 sinnum spennan yfir R1. Og straumurinn í gegnum niður R1 eru 3 ampere, 3 ampere og spennan yfir R1, bara spennarspennargjafans, eru 18 volt, 18 volt, jafnt og 18 sinnum 3, 18 sinnum 3, 54 watt. Þetta er bara góð gammaldags ljósampera. Þannig að hér er það 54 watt. Þannig að í hluttengingu þurfum við að kunna þetta hérna. R1 sinnum R2 deilt með R1 plus R2 til að finna heildarviðnámið eða 1 á móti R1 plus 1 á móti R2 jafnt og tala til upp í 1. Þegar ráðið hvora aðferðina er notið þá finnið þið heildarviðnámið, síðan er það bara búið. Og svo þá bara rásinn alveg eins, þið notið heildarviðnámið ekkert meira. Horfum aftur á rásina, ég teikna svona mynd þá, fært viðnámið sigur með spennugjafann og sjáum þá það sama spenna á báða viðnámanum, vitið hvað viðnámið eru stór, finnið þið straumana, hendur yfir I, deilið viðnámið upp í spennu, það gerum við hér, 3 ampere, hérna, 2 ampere, þeir eru hér og hér, sama hér og hér og svo erum við að finna aflið sem eyðist í viðnáminu, vatnrýtingurinn, hendin yfir vatt, straumur sinnum spenna, það er þetta græna hérna, 3 ampere, sinnum spennan yfir viðnámið, 54 watt. Einfalt. Takk.